Andra Brúnan undan Sæþóri frá Stafholti og Lúnu frá Efri Skálategi 1. Tristan keppir fyrir Holtsmúla, vertu velkomin og gangi þér vel. Já, á næsti knappi mættur í braut. Hann er Tristan. Þarna kom ný útfærsla að því að ríða inn á villin. Það gerir Viktor það sama. Ég held að Viktor gerir það sama. Já, ég var hérna að henda öllum koll. Já. En þetta er hann Svarthöfði. Grannlega einhver Star Wars aðdáandi sem að hefur ræktað þennan og nefnt hann allavega. Já, bara hérna er bara fínast að hæga tölti, bara jafn hraði og góður hraði. Já. Hestur er mjúkur og þetta er bara virkilega gott tölt. Lyftir hérna svolítið taglunum. Já, hann er að skýta. Það er eitthvað að koma. Já. Ertu með hrífuna? Nei, það vantar okkar aðal mannmaður. Já. Svo kom hann inn í myndina, Gaugurinn heitinn. Heldur lengi að koma honum inn í yfirferðartöl. Já. Hann er svona, þetta er ekki nógu mikil ferð til að geta kallað þetta yfirferðartöl. Maður kannski ég hugsa allavega núna þegar að ég horfa á þetta að hesturinn ráði ekki mikið við kannski eitthvað hlífari að þyngingar enn svoleiðis af því að hann er ekki með neitt hvít á fótunum eins og allir hinn eru búin að vera með. Ókvæmlega. Og ég geri allavega bara alltaf þegar ég er að keppa þá kannski teipa ég bara með hvítu ef að... Setur þetta hvíta góða eða? Já, hvíta góða. Double teipið þarna. Já, heyrðu. Þetta var alveg mjög skemmtilegt. Þetta var alveg bæng áskeyting. Já. Búin að hefa sér mikið í þessu. Heldur betur. En já, það var aðeins með yfirferðartölti, það var aðeins með hraðan. Já. Vantaði bara meiri yfirferð, en kannski er þetta bara það sem að Rossi kemst á í dag og vel gert hjá knapanum að fara ekkert yfir hans mörk. Já. Sem mörk maður. Já. Svarthöfði maður. Þetta er gott stökk, þetta er svona þrítatt stökk. Mætti kannski svífa aðeins betur, en takturinn er réttur og já, þarna kemur aðeins fyll í gangskiptingunni. Já, fer hann bara niður í tölt fyrst. Síðan fett og síðan inn í þetta góða brokk. Fúlt. Það þurfa að draga svona niður. Já. Þetta er að brokkið er greinlega hrikalega gott í þessum hesti. Já. Já, þetta er skemmtilegt brokk og hérna svona verður kannski aðeins svona dettur undir bita svona inn á milli. En knapinn hjálpar hestinu bara vel og hérna góður taktur og já, svolítið öryggi svona á brokki þegar hann komst á brokk. Heldur betur. Og síðan kemur bara mjög fínt fet. Mætti stika örlítið meira fram. Þarna byrjar hann að stika hans betur fyrst mér. Já. Hesturinn alveg rólegur greinlega og já. Frísar bara og svona. Já, þetta er gott fett. Eins og segir, það mætti kannski vera aðeins meiri framhugsun í fettinu og myndi ganga aðeins betur fram. Já. Myndi hann sennilega stækka skrefin ennþá meira þótt að ég er nú alveg frekar stór. Já, svona. Og þetta er bara mjög gott fett en svona, gæðin eru svo mikil að svona spurning hvernig það væri eða myndi íta hann aðeins betur áfram. Já. Og síðan geta vel verið að það veri bara verra. Nákvæmlega, bara brokka eða eitthvað. Já. Hvað veitum við? Nákvæmlega. Ég er bara viðskiptafræðingur. Já, ég er bara smiður. Já. Þakka ykkur fyrir Tristan og Svarthöfði. Þá er næst í braut hún Snæfríður Ásta og hann Feykir. En einkunnir fyrir Tristan Loga og Svarthöfða eru 5,3, 5,3, 5,1, 5,6 og 5,2. Það gera 5,27. Já, við erum núna að horfa í Horstey-appið þar sem að niðurstöðurnar koma inn. Það er Slippfélagið sem býður okkur upp á þennan fjórgang hér í dag í meistaradeild ungmenna.